Góðan daginn, Örn Arnarsson heiti ég, úthéraðsmaður frá Húsey. Góðan daginn, ég heiti Kristján Helgason frá Húsavík. Lokaverkefni okkar til D-stigs vélstjórnar fjallar tæringu reiðfreyra lagna. Við völdum þetta viðfangsefni þar sem við höfðum grunum að þetta væri víða vandamál. Við höfðum heyrt af vandamálum þegar reiðfreyrt stál er notað bæði í iðnaði og til almennra nota. Okkur langaði að rannsaka bæði orsakir og lausnir. Ja, það sem kannski ýtti okkur helst út í akkurat þetta viðfangsefni var það að við heyrðum af tæringu sem var í sjóbúðunum Húsavík. Þannig að það er hálfsaltur sjór þar í lagnakerfi og þar heyrðum við að það var tæring og okkur langaði í rauninni bara að rannsaka það betur og sjá hvað gerðist, sjá hvað í rauninni orsakaði þetta og að þetta umhverfi var valdandi þessari tæringu. Já, svo spurning þegar við horfum staði í þetta verkefni vaknar að sjálfsögðu. Hvað gerir stáli reiðfrítt? Hvers vegna tærist það? Við hvað aðstæður er það helst sem verða reiðfrjú stála aldur til að? Hvar ætti alls ekki að nota reiðfrítt stál og hvar henta það vel? Og hvaða tegundir reiðfrítt stál skal nota hvar? Já. Já, hérna sést mynd af sjóbúðunum. Reiðfrítt stál. Reiðfrítt stál er reiðfrítt sökum króms sem er eitt af mikilvægari íblöndunarefnum í stálinu, í reiðfrítt stáli. Og það sem gerir það reiðfrítt, það er krómið er yfir 11% magni. Og reiðfrítt stáli vil mynda þunna oxíðfilmur sem ver stáli í rauninni fyrir reiðmyndun. Já, fyrir súrefninu í loftinu. Já. Og það er þessi lágmarksprósenta króms og lítið kolefnisinnihald sem ræður því að stáli telst vera reiðfrítt. Efnafræði reiðfrítt stáli sé mun flóknari en þetta, en þetta er grundvallar atriði. Já, það eru líka fleiri, það eru fleiri íblöndarefni. Það eru mjög mörg íblöndarefni yfirleitt í reiðfrítt stáli og líka meðal annars nikkel sem er svona annað mikilvægu íblöndarefni. Já, hins vegar er það þó að reiðfrítt stál kallist reiðfrítt þá tærist það engu síður og við ýmsar aðstæður og margar mismunandi tegundir tæringar eru til. Ein svo tæring sem er hvað skæðust ef kemst af stað þar að segja er svokölluð klórálagstæring. Klórálagstæring myndast vegna samspils innra álags, tæringar valdandi klórmiðils, hitastigs sem þarf að vera yfir 60 gráðum og stál sem illa þolir þessa tæringu sem veldur henni. Svo sem 316 og 304 stál sem eru algengustu stál í notkun hérlendis. Klórjónirnar ráðast á stálið og tæringu lýsir sig þannig að það rýfur myndast langsum á milli kristalla efnisins og það rifnar upp. Þessi tæring getur skeið á mjög stuttum tíma og stálið verður fljótt gríðarlega skemmt og ónótæft. Svo á myndinni þá sést klórálagstæringin. Við sjáum hvernig rifurnar myndast langsum í rauninni. Þetta er svona klassískt dæmi klórálagstæringu. Og þannig sjáum við hvernig, eins og hann var að lýsa áðan hvernig sprungurnar myndast milli kristalla í efninu. Og þetta sem við tölum sem kristalla, það er sem sagt hvernig járnatómin raða sér í kringum kolefnismolekúlin og mynda þessa byggingu, þessi bygging kristallin er mismunandi á milli stálflokka. En það er einmitt þetta svo kallast ástentítiska stál sem er sérstaklega viðkvæmt gegn klórálagstæringu og það er bæði 304 og 316 sem tilheyra þeim flokki. Já, galvanísk tæring er sökum þess að allir málmar hafa sinn stað í spennuröð sem lýsir möguleikum þeirra á því að vera anóða, sem sagt straumur flæðir til rafeindir frá
eða katóða, straumflæðið þá fer á en rafeindi til. Þessu straumstefnan alltaf öfugt með við flæði rafeindanna. Í samanburði við aðra málma. Þetta segir hreinlega til hversu líklegt að þetta verði forskaut eða bakskaut með við næsta málm við hliðina í töflunni. Tveir ólíkir málmar í snertingu við hvorn annan í raflausn verða þannig tvö skaut. Það skaut sem verður anóða verður fyrir tæringu það lætur frá sér rafeindir og mynda plúsjón sem beinist hinum tæringavaldandi miðli. Það þarf ekki nema örlítinn spennumun, 50 millivolt, til þessi tæring komist á stað og eins og gefur að skilja hér lögmál efna og eðlisfræðinnar bakvið og efnum líkar illa við að hafa spennumun á sín á milli og vilja þar af leiðandi skiptast af rafeindum. Hér sjáum við töflu með spennuröðum. Það svo að maður sér mörg dæmi þetta, til dæmis kopar í snertingu við stál, þá tærist stálið. Eða ál í snertingu við stál, þá tærist álið. Það sem álið neðar í spennuröðinni. Og þetta mjög algengt form tæringar og getur mjög skætt. Gott dæmi þetta til þess bara naglar og þakplötur á húsum þegar það notað mismunandi efni. Það svona nærtækasta dæmið þó dæmin séu þetta mjög mörg og víða. Það ætla að tala um pittæringu. Pittæring með tæring sem myndast á afmörkuðu svæði í stálinu sökum spennumunnar og sökum galla í efninu. Efnið náttúrulega hefur alltaf ákveðna eitla þó að efnið sé framleitt með ákveðnu magni af nikkel og krómi. Þá alltaf eitlar í efninu og það getur myndast spennumunur í efninu sem verður þess valdandi að myndast pittir, myndast svona nálaraugu. Og inn í þeim súrnar inn í þessum örlitlu pittum. Já. Og út frá þeim myndast tæring. Hún byrjar, kemst á stað, það efnisgalli eða efnismunur og svo versnar hún og þannig til komin bara lítið gat í gegn. Og þegar klórjónirnar ofta tíðum þess valdandi að þessi staðbundna tæring á sér stað. Og eins og sjáum hérna þegar kannski einhverju séð þetta eða einhver séð þetta að rör getur verið lekt þó sjáist ekkert að utan að sé að rörinu þá getur verið svona nálaraugu og röri lekur og þá getur það verið út af þessum nálaraugu og maður heldur kannski að það sé bara eitthvað lítið gat en þá ráðið að stálið svo sannarlega ónýtt út af þessari tæringu og fínu mynd hérna af því hvernig þetta verður. Þetta getur myndast á ýmsa vegu. Ýmsa vegu og það bara fer eftir því hvernig efnisuppbyggingin og hvernig eitlarnir í efninu eru. Og þetta mjög algengt til dæmis í það sem notað 404 stál. Það sem rörið ekki nógu sterkt, ekki nógu gott efnainnihald. Þá ætlum við að tala súrefnisnauðatæringu en súrefnisnauðatæring hún á sér stað þegar ekki súrefni kemst að yfirborði stálsins. Eins og til dæmis þegar það einangrunarkápa yfir röri þá getur ekki stálið mynda þessa oxíð húð á ofan og til dæmis þegar það há hitastig að ræða þegar það skiptir ekki máli hvað það þá getur ekki rörið myndað þessu oxíðhúð og getur þar af leiðandi ekki varið sig fyrir þessari tæringu. Eins og má að þessu ráða þá tæring flókið og viðfangsmikið vandamál. Á íslenskum markaði eru reiðfjörur stáltegundar eins og ákom fram 304 og 316 gjörsamlega ráðandi. Við höfðum strax samband við Sandvík sem sænskt fyrirtæki sem leiðandi í framleiðslu á reiðfjörurstáli bæði í Evrópu sem og á heimsvísu.
Þeir hafa gert ítarlega rannsóknir á tæringu, alls konar tæringu og í öllum mögulegum aðstæðum og þróa stáltegundir sem eru afar þolnar fyrir, bara ýktustu aðstæður sem hægt er að ímynda sér í efna, gas, olíuiðnaði og hugsun okkar var sú að fá stál frá þeim til þess að gera samanburðartilraun við 316 stál í aðstæðum þar sem hröð tæring gæti orðið. Við sameldust við Sandvik að svokallaðar hyperduplex stál að nafni HD 2707 væri þar hinn sterkasti kandidat ásamt superaustentísku Sanicro 35 stáli. Stálið kom seint og enn ekki orðið að tilraunin en engu að síður höfum við velt fyrir okkur ýmsum möguleikum í þá veru. Þessi nöfn hyperduplex og superaustentítis, þetta kannski segir mann ekki mikið, en á bak við þessi nöfn það að duplex stál svokallað blendingstál, það að blanda af austentísku og ferritísku stáli. Þannig að það hefur rauninni svona, hvað maður segja, bestu eiginleikar frá báðum flokkum. Efnainnihaldið í þessu stáli það er gríðarlega háefnabætt. 27% króm, þetta er reyndar Sanicro 35, ekki HD 2707, það er 27% króm og 35% nikkel og 6,5% mólybden. Mólybden hefur líka mikið að segja gagnvart tæringarvörn. Þetta er Sanicro 35 stáli sem er þessi næsta kynslóð af austentísku stáli. Þessi stál eru í allt öðrum flokki en öll önnur stál sem hefur eitthvað komið nálægt. Þetta er svona liggur við geimflaugastál. Og við vorum heppnir að Sandvik tók strax vel í þessu hugmynd að færa í samstarfi og lýstu áhuga á verkefninu og voru svo almennilegir að láta okkur fá búta af báðum tegundum sem hugmyndin er að gera síðan tilraun á. Planið hjá okkur var að gera tilraun í þessu ætanda umhverfi sem er saltlaust sem er mjög heitt. Það sem að við vildum helst hafa hitann yfir 90 gráðum. Okkur langaði til þess að taka svona stál, þessi nýju stál eins og frá Sandvik og gera tilraun með þeim. En við vorum eiginlega of seinir. Við hefðum ekki getað gert almennilega tilraun sem við hefðum orðið sáttir með. En við fengum röðin og erum með röð frá Sandvik. Slík tilraun tekur talsverðan tíma, svona nema hún sért, bara með virkilega yktar aðstæður því að tæringin í þessum efnum er mæld í 0,01 mm ári jafnvel í tiltölulega sterku sýrulaust, þannig að þetta er ekki eitthvað sem við gerir á skömmum tíma. Við vildum heldur nota röðin á góðan hátt og gera almennilega tilraun og fá einhverjar niðurstöður sem við erum sáttir með. Og með þessum röðum, þessum Sanicro og Sandvik HD. En svo kom við ætlum að sýna ykkur muninn á 304 frá Sandvik og til dæmis eins og þessu hérna, við sjáum muninn hérna, 27% króm, það er 18,5% króm og svo er nikkel hlutföllin líka öðruvísi. Það er lægra nikkel, bæði lægra nikkel og það er ekkert mólybden í 304 stálinu sem segir mikið, mólybden segir mikið sérstaklega þol stálsins gagnvart pittæringu. Þannig að, eins og gefur að skilja þá er þetta Sanicro 35 stáli í allt öðrum flokki. Svo munum hérna á 316. Og þessi tvö stál hérna, 304 og 316, eru langmest notuð á Íslandi, eins og við sögum áðan. Við ætlum að rétt að tala um hvað er það sem veldur þessari helstu tæringu taka smá samantekt, hvað er það sem veldur tæringu, og það er í rauninni fernt. Það er hitastig, það er tærandi miðill á einhverju leyti, einhverjum toga, það skiptir ekki máli hvort það sé klór, hvort það sé saltvatn, hvort það sé flúor eða eitthvað. Það er spennumunurinn og það er álag á röðunum, líkt og eins og var í sjóböðunum. Og þetta þarf ekki að taka langan tíma, þetta getur gerst bara nokkrum mánuðum. Hvað er það stafið?
Já, niðurstöðu okkar varðandi þetta einmitt bara svo að það sem við flestar aðstöður dugar 316, því verður ekki neita sko. Það lang oftast sem 316 stál dugar, en í ákveðnum aðstæðum þar sem með mjög tæringavaldandi miðil með heitan sjó eða með sterka sýru, sterka basa, efnaiðnað eða í því sem tengist jarðvarmavirkjunum, þá þarftu eitthvað öflugra og þá er þessi stál sterkur kostur. Já, þá getum við nefnt það að til dæmis segja í nýja skipinu Vilhelm, þar er notað 316 stál í sjólagnir. Það er notað samkvæmt okkar upplýsingum þaðan. Við kynntum okkur í þessu verkefni okkar, þá kynntum við okkur EDTP verkefni sem var samstarfsverkefni nokkra aðila. Þetta eru aðilarnir, það er Hitaveita Suðurnesja, Mannvit, Landsvirkjun og Orkuveita Reykjavíkur sem fór af stað í þetta verkefni. Og þar voru dýpri boraðar heldur en hafi verið gert áður og það átti að reyna að fá heitari gufu og meiri kraft út úr hverju borholu. Og við kynntum okkur þetta aðeins og það var gerð tilraun þarna í þessu verkefni með mismunandi tegundir af stáli og meðal annars þetta stál sem við fengum í hendunar. Og kom stálið frá Sandvík vel út þarna í samanburði. Það er rauninni eina sem kom betur út var titanium sem er mikið dýrara og það er næstu flokkur fyrir ofan þetta stál sko, Jafnisvali. Og meðal annars var þessu EDTP-verkefni fyrir sunnan og hérna í Krókfjölu. Og tilraunin var gerð hérna í Krókfjölu. Já, þeir voru að reyna að fásast upp yfir hitaða gufu. Já, þeir fara reyndar alltaf, gufan er alltaf yfir. Nei, fyrirgefðu ekki, ég veit krítiska, þess að superkrítiska gufu, segir. Já. Og reyna að fá, af því að við þessar aðstæður þá kom upp efni sem eru mjög tærandi. Flúor, miklu magni. Já, klór, brennisteinsvetni. Já, þetta eru aðstæður sem eru ekki alveg normal aðstæður, þannig að við kynntum okkur þetta eins og skrifum Kaffi þessu. Já. Já, þarna sést mynd af rörunum sem við fengum frá Sandvík. Þetta eru þess að hálfsmetris bútar, tómurör bæði og og spennandi að sjá hvað við getum gert í framtíðinni. Og niðurstaðan sem við fengum eftir að við höfum kynnt okkur þetta og rannsakað það sem rifi stál almennt og sérstaklega lagnir er það að það er ekki nein lausn sko. Nei, langt í frá. Það er bara stundum oft betra að nota stál 44 og stundum bara í rauninni venjulegt svart stál heldur en að nota rifítt. Stundum henta það bara í rauninni bara betur. Það er til hvað sem er henni gullni millivegur í þessu eins og öðru sko, skynsemi í Jafnisvali, bara sem sagt að það er hægt að fara þá leið að velja efni sem er nægilega þolið og þetta er bara að vera hvað sem er, það þarf bara að beita skynsemi bak við efnisval og þannig að það er vont að fá það í bakið seinna meira að velja vitlaust efni og lenda í ómögulegum aðstæðum þar sem allt tærist og gufar upp á einhverjum mánuðum. Já. Svo líka það að stundum þá verður að nota eitthvað annað en svart stál eins og járnað og lyfjaiðnaði og Matvæliðnaði. Já, algjörlega, það þarf að nota rifítt og það þarf bara virkilega að vanda valið og skoða hvaða miðlar eru að leika kerfið. Já. Hvað þessum eða ekki? Nei, það var einhvern veginn. Heyrðu, er ekki komið? Við þakkum bara fyrir. Já, takk hérlega fyrir okkur.